Góðan daginn. Magnús heiti ég Stefánsson og framkvæmdastjóri og forvarnafulltrúi hjá Maritafræðslunni á Íslandi. Takk fyrir að gefa mér örfáar mínútur til þess að kynna þetta frábæra starf fyrir þér. Ég ætla nú í upphafi að afsaka myndgæðin á þessu kynningamyndbandi. Við erum í fjárskorti og getum því ekki varið miklum fjármunum í svona myndbandagerð. Við erum bara að notast við okkar eigin tæki og tól og það verður að duga. Maritafræðslan leggur mikla áherslur á að markasetja forvarnir til unglinga til þess að unglingar taki betur mark á fræðslunni og einnig til foreldra líka. Við náum að tala við ca. 12.000 nemendur á ári og 5.000 foreldra á ári. Maritafræðslan kom til Íslands 1998 frá Noregi og var í upphafi samstarfsverkefni á milli Marita á Íslandi, lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og Reykjavíkurborgar alveg fram til ársins 2009. Þá þurftu Reykjavíkurborg og lögreglan að draga sig í hlé vegna samdráttar út af efnahagshruninu og öllu því. Þá náðum við að tengja verkefnið við EOGT, bindindissamtökin sem að styðja duglega við þetta starf núna, en það dugar ekki til. Við erum að sjá að skólar eru að spara í forvarnafræðslu, eru farnir að sleppa því að taka forvarnir inn til dæmis fyrir 7. og 8. bekk og það skilar sér bara í aukinni neyslu eða auknu fikti hjá þessum ungu krökkum. Ég ætla aðeins að sýna þá eftir, en áður en við skoðum það, þá langar mig að sýna þér örfáa pósta sem ég hef fengið senda. Ég hef reyndar fengið alveg ógrynni að þessum póstum, bæði frá foreldrum og unglingum. En ég ætla hérna að sýna þér örfáa. Hér stendur: Sæll Magnús, ég satt fræðslu hjá þér í morgun og vil þakka þér fyrir flotta nálgun á þetta allt saman. Sonur minn og ég höfum bæði gagn og gaman af. Aftur þakka ég fyrir frábært fræðsluefni sem á erindi við okkur öll, sem þú komst ákaflega vel til skila. Og hérna eru nokkrir póstar settir saman. Ég vil byrja á að þakka þér fyrir frábæra fyrirlestur. Takk fyrir góðan fund, mikilvæg fræðsla og frábæra fyrirlestur. Alltaf ferskt og skemmtilegt. Takk hérlega fyrir frábæran fyrirlestur og fyrir að halda þessu starfi gangandi. Ég vil byrja á að þakka þér fyrir mjög góðan og upplýsandi fyrirlestur. Ég vil byrja á að þakka þér fyrir allt þetta mikilvæga starf og þá ómetanlegu vitneskju sem þú veitir okkur foreldrum. Aðeins meira, miklar þakkir til þín fyrir frábæra og mikilvæga fræðslu í kvöld. Sem sagt, alltaf mikilvægt að koma og maður fær aldrei næga fræðslu. Hér er svo póstur frá foreldri sem komst að því að dóttir hennar var að byrja að reykja kannabis, því miður, eftir að hafa komið á fund. Hún segir hér: Sæll Magnús, ég var á forvarnafræðslu hjá þér í Varmárskólanum daginn, æðisleg fræðsla hjá þér. Ég gekk á dóttur mína í gær og ég sá að hún var búin að reykja kannabis og hún viðurkenndi það fyrir mér að hún var búin að vera að reykja í gær. Ég hefði ekki getað séð þetta nema af því að ég fór til þín á fundin. Þarna hefur hún fengið fræðslu einkenni kannabisreykinga og lært að skynja það. Hér er póstur, svar við pósti til fyrirtækis aðstoð, fjárhagsaðstoð, og svarið hljóðar svona: Sæll Magnús, að sjálfsögðu viljum við styðja við baki á því mikla og góða starfi sem þið eruð að vinna. Sjálfur hefur tvívegis setið fyrirlestur hjá þér í Giljaskóla á Akureyri og dáðist mjög af því hversu vel þú náðir til krakkana. Þetta er náttúrulega af því að við erum að markasetja forvarnirnar, þá erum við að spila inn á það sem nær til krakkana. Til þess að sýna árangurinn sem við höfum náð, en líka aðeins ógnvænlega þróun, þá skulum við notast við rannsókn og greining, niðurstöður hjá rannsókn og greining varðandi þróun frá 1997 fram til 2012 á vímuefnaneyslu unglinga. Og grípum hérna inn í glæru sem sýnir ölvun einu sinni eða oftar síðustu 30 daga, 1997 fram til 2009, og línureitin liggja niður á við. Hérna er 10. bekkur, 9. bekkur og 8. bekkur. Allt saman minnkandi neysla sem þýðir auðvitað bara að forvarnir í grunnskólum er að virka. Hér er verið að tala spyrja kannabis og enn og aftur línurnar liggja niður á við, forvarnir eru að virka, nema hérna 2009. Ef við aðeins tökum það út úr þessari mynd og skoðum það aðeins nánar, þá sjáum við að 2009 að þá byrja 8. bekkur allt í hann að bæta í fiktið. Það eru fleiri sem segja hérna 2012 hafa prófað kannabis og þá er marihuana sem verða að fikta með. Þetta er náttúrulega því þau sjá allstaðar í kringu sig að marihuana sé allt í lagi, þess vegna svo mikilvægt að þau fái rétta fræðslu þessi mál. Hér eru styrktaraðilar fræðslunar, örfáir, og svona birtist þetta inn á síðun okkar, marita.is, og ef þú myndir vilja láta þitt fyrirtæki styrkja starfið, þá myndu þú geta fengið þitt logo hérna inn ásamt slóð inn á ykkar vefsíðu.
þá getur fólk sem sagt komið hérna inn á og farið síðan í gegnum okkar síðu inn á ykkar síðu og skoðað það sem þið eru með í boði í þínu fyrirtæki. Þannig að spurningin er þessi, vilt þú láta þitt fyrirtæki styðja? Og ef svo er, þá getur þú sendt mér post magnus@marita.is eða hringt í mig 897 1759 og ég vonast svo sannarlega til þess að heyra frá þér. Ég þakka fyrir að fá að kynna þetta frábæra starf fyrir þér og að vona, eins og ég segi, að þið sjáuð ykkur fært að hjálpa. Takk fyrir mig.